Góðan daginn. Það eitthvað framöndan í okkur, eða ekki? Þess að fyrir daginn. Þetta líður bara, þetta gengur allt í vanagang, fyrri dagur, hann kominn aftur. Við ætlum að kveikja einu kerti á, ekki? Við kveikjum einu kerti á. Og næst við gerum sama hér. Við ættum að lofa Drottni smá, svo tilveran verði ekki grá. Svona mín útfærsla á þessu ágæta lagi. Ég bið afsökunar ef ykkur ekki sátt við það. Við erum svo hrikalega vanafólk við það að menn hreinlega þurfa að biðjast afsökunar eins og víkja af. Það nú ekki þema þáttarins, heldur þemað þessi yndislega bók hér, hún heitir Biblían og veistu af hverju? Af því að við erum svolítið biblíufólk. Við elskum Biblíuna af því við elskum það sem Guðs. Það nú svona breytingin sem verður frá því að vera heimsins maður númer 1 og 3 og verða þessum Guðsmanni sem hefur tekið yfir. Og ég segi það, og þú veist það líklega og tekur undir með mér, að breytingin nokkur, en hún alveg pottþétt til góðs. Pottþétt til góðs fyrir manneskju, hvort sem hún ég eða þú. Og manneskja þarf á Jesú að halda. Þannig bara það. Það hef ég fengið að reyna. Það hef ég fengið að upplifa. Og ég hef líka fengið að upplifa gríðarlega blessun af því að vera þessi Guðsmanneskja. Já, sem kemur fram fyrir Guð eins og hún klædd. Guð ekki að biðja annað. Hann bara vill einlægt fólk. Já, eins og börn sem koma hlaupandi til foreldra sinna og foreldrarnir setja plástur á og kissa svo á botnið. Og hvað? Allt verður í besta lagi. Þetta barnið og þetta vitum við. Svona vill hann að við komum fram fyrir sig með það sem að hrjá, hvort sem það innan gæsalappa eða ekki, yfirleitt það nú innan gæsalappa, en hann vill fá þetta til sín að þeirri ástæðu einni að hann vill ekki að ég sé að drattast með þetta sjálfur. Af hverju? Að þetta að íþyngja mér. Sama gildir þig sé ástandið með þeim hætti. Hann sagði vill að við fjarlægjum þetta og hann reiðubúinn til að vera með okkur í því. Svona Guð sem ég þjóna, sem skrifaði orðið sitt, já, í gegnum menn, alveg eins og hann talar í gegnum menn, þá líka skrifar hann í gegnum menn. Þess að mínir fingur, mín hendi verkfæri sem hann að nota. Hér auðvitað erum við að tala leyndardóm sem að trúin gefur skilning á. Og aftur komum við að orðinu, trúin nauðsynleg því að hún nauðsynleg. Að öllu leyti, ekki bara sumu leyti. Að öllu leyti hún nauðsynleg og ég stoltur af því að viðurkenna þennan nauðsynlega Guð og þetta nauðsynlega orð og þessi yndislegu trú, því hún það.
Ég vil ekki skipta og ég mun ekki skipta. Er hún strembin? Vitið það, mér er ekki vel við að vera að tala svona hluti. Ég bara nenni því ekki ef ég satt á að segja. Lífið getur verið strembið, bæði fyrir trúaðan og vantrúaðan. En þó léttara fyrir trúaðan, því hann hefur hjálp. Hann hefur hjálp Guðs, sem vantrúin hefur ekki. Og það auðvitað skilur á milli. Nei, við tölum ekki þessa erfiðleika eins og okkur er stundum tamt að gera. Það er ekkert annað en mæða í þessu orði erfiðleikar. Það hef ég séð. Og þess vegna vill ég helst ekki nota það. En ég viðurkenni veikleika sem er allt annað mál. Drottinn hefur sett í þennan mann veikleika. Ætli það sé ekki nú til þess að hann geti upphafið sjálfan sig í viðkomandi. Ég hugsa það. Hann gefur honum að finna styrkin í þessari trú sem að Kristur innleiddi með krossdauðanum, með upprisinu og gjöf Heilags Anda og stofna kirkjunnar í loftstofunni á sínum tíma. Já, hann gerir þetta í veikleika vöfnum manni sem að veit af sínum veikleika, en, myndu það, styrk í Guði, í Jesú. Þannig að við erum ekkert að baki dottni, en það er eitt af því sem trúin vill og gerir, að við vitum af sannleikanum og segjum hikstalaust sannleika í öllu sínu veldi. Það vill hún að við gerum. Og þetta er líka eitt af því sem við viljum gera sjálf, en þekkjum við leiðina til þess að haldast við þarna. Ég reikna með því að Drottinn hafi nú byrjað á því að ljúka því upp fyrir okkur að hvað hann vildi að við gerðum. Hann sagði við mig að orðið þyrfti að fara út, sem var vísbending til mín, alveg skýr að ég yrði þá að setja mig inn í orðið. Ég fékk hjálp til þess. Sjálfur Jesús hjálpaði mér. Og eins og ég oft talaði og það reyndist ekki á, að þá, ég held reyndar að maður hafi nú verið svo grænn á þeim tíma, að ég hef nú bara byrjað á blaðsíðu 1. Ég sé ekki hvernig átt að lesa þessa Biblíu, en ég kann alveg að lesa bók, og þegar þú les bók, hvort sem er eftir mig eða einhver aðra, þá byrjar á blaðsíðu 1. Svo kom reynslan og þekkingin, og ég komst að raunum það var svo sem engin áfellisdómur, að menn lesa nú ekki Biblíun endilega þannig. Því að Biblían er í raun 66 aðra bækur. Og þannig er líka með Biblíuna, í sama af hvaða 66 bókum þú velur að fara, að þá er hún einhvern veginn þannig byggð upp, hún er byggð upp að öðruvísi en allar aðra bækur, eftir Guðs verk. Við skulum segja það að við förum í Sálm, og það er fyrsti sálmur, eins og alls staðar annar staðar er, blaðsíða 1 og svo er fyrsti sálmur. Það er þá fyrsta blaðsíðan í þeirri bók sem að sálmarnir eru í. Ég finn sálmana. Ég var nú með það áðan, svo fór ég eitthvað af stað í norður átt og nú finn ég það ekki, hér eru þeir. Nei, þetta er Jeremía, það skiptir ekki máli. Við tökum bara Jeremía. Og Jeremía, Jesaja hér, finn ekki neitt af þessum maður. Óðanlegt að brasir á manninum. Það er alltaf eitthvað vesen á honum. Það er alltaf neitt vesen á þér, eða? Það er stundum vesen á þessum. Til dæmis það. Ég er ekki eins og þú, bara veit hvað þetta er. Og hérna kemur Jeremía. Og blaðsíða 1
er með fyrsta kafla. En eins og við vorum að tala áðan, þá er Biblían uppið þannig að það sem þú vilt lesa í Jeremíu er ekkert endilega fyrsti kafli á fyrstu blaðsíðu. Nei, þú vilt kannski frekar lesa í 13. kafla Jeremíu fræðiritsins og þú hefur fulla heimild til þess, því að eins og við vorum að tala áðan, þá er Biblían svolítið mikið byggð þannig upp að svona þú getur valið að fara inn í hana hversu þú vilt. Og 13. kafli Jeremíu er svohljóðandi, eins og við höfum oft gert hér, að þá er þetta allt svona handahófskennt, en svona ger ég þetta, ég er ekki að segja þú og ég er að gera það eins. 13. kafli. Við erum ekki semst á blaðsíðu 1 í Jeremíu bókinni, heldur í 13. kafla og þar stendur: Drottinn sagði við mig, farðu og kauptu þér lyngbelti, nýttu það lenda þér, en láttu það ekki koma í vatn. Ég keypti þá beltið samkvæmt boði Drottins og nýtti það lendar mér. Þá kom orð Drottins aftur til mín, takk beltið sem þú keyptir og þú hefur lendað þér, haltu af stað austur að Efrat. Það skaltu fela það í klettaskúru. Í svona aðstöðu getur guðsmaðurinn alveg verið. Hann fær furðulegustu fregn frá lifandi Guði sem hann þekkir. Og hvað vorum við að lesa í Jeremíu? Hann fór og gerði þetta. Hann spurði enga spurninga, Drottinn býtu við, ég er nú með belti lendar mér og ég þarf ekki annað. Hann bara fór og keypti það. Eins og Drottinn lagði til og hvað? Spennti það lendar sér og svo fær hann alveg hrikalega furðulega setningu næst. Taktu beltið sem þú keyptir og þú hefur lendar þér, haltu af stað austur að Efrat, þar skaltu fela það í klettaskúru. Halló, er ekki allt í lagi? Allir maður hefði nú ekki spurt með þeim hætti. En ég veit það ekki. Ég er ekki Jeremíu og ég hef aldrei fengið svona skilaboð. Furðuleg skilaboð. En Drottinn er með engin furðuleg skilaboð, en okkur kann kannski stundum að finnast þau mjög furðuleg. En Jeremíu sem sagt fær þessi skilaboð og þau sem slík virðast ekki vekja honum neina furðu. Af hverju? Ætli hann væri ekki bara farin að þekkja svolítið inn á verkslagið hjá lifandi Guði. Og hvernig fær maður skilning? Maður gengur út í trú, svo reynir maður Drottinn að ýmsu leyti með einum og öðrum hætti. Þannig kemur skilningurinn líka. Hann er skilningur líka af því að þú ert að reyna það sem Drottinn er að segja. Og þú skilur það ekki, og ég er viss að Jeremíu hefur ekki heldur skilið það. En hann elskaði Guð, elskaði þjóna honum og hann gerði það sem hann bauð. Það er nákvæmlega sama sem við gerum það sem hann býður. Og veistu af hverju? Og veistu meira? Þar liggur blessun. Blessunin, við kannski sjáum hana ekki strax og sjaldnast kannski sjáum við hana og sömu af blessuninni sjáum við kannski aldrei sjálfum meðan við lifum. Ég er ekki viss að Jeremíu hafi upplifað neitt sérstaklega mikla blessun. En hann færði framtíðin í gjöf sem hefur náttúrulega aukið skilning sinn til að mynda af því sem að Jeremíu var látin gera þarna.
Og ég er nokkuð viss að mörg okkar hefur lært hlýðni við orð Guðs, hversu furðuleg sem eru, að því við erum búin að lesa viðbrögð Jeremíu. Og þú keypti línbelti, en hann drottinn, ég á belti. Hefði hann getað sagt. Ég reikna með að hann hafi átt belti, að ég veit svo sem ekki hvernig þeir klæddu sig á þessum dögum, voru þeir ekki ykkur kyrtlum. Ég örugglega hafa nú kannski notað beltið sig þó, utan kyrtilinn, því ef það kemi vindur, þá fær hann aftur fyrir þá og byrði þeim sín. Og það er ekki góð staða. Þannig að þeir hafa þekkt belti. Mér finnst líklegt að Jeremías blessaður hafi þessa stund verið með belti hvort sem hann var í buxum eða í kyrtli. Ég veit það ekki. En hann fer og kaupir þetta belti. Og svo gerir hann hina furðulegu tilskipunina. Hann fer til Efrat og að þessari tilteknu klettaskoru sem ég veit að drottinn hefur leitt hann að. Og þar setti hann belti. Hver er tilgangurinn með þessu belti? Hann er örugglega stórmerkilegur, en ekki víst að Jeremías blessaður hafi skilið hann þá, né heldur ég og þú þegar við erum að lesa þetta, en við erum lukkunnar pamfílar að því leyti til, og við getum lesið áfram, þá kemur útskýringin á því. Þannig að þú skalt bara fletta upp í Jeremías á eftir, og þá veistu hvað skeiði. En ef ég man rétt, að þá voru þetta einhver skilaboð, enn einn skilaboðin til landsfeðra Ísraels á þessum tíma, sem að Jeremías blessaður var kallaður til þess að tala til, en þeir hlýddu honum í engu. Hann gerir ekkert nema að flytja okkur váboð, þessi Jeremías, sögðu þeir. Svona getur hlutskipti Guðsmannsins verið. En samt hélt hann áfram. Áfram, áfram, áfram og áfram. Og eitt af því sem að drottinn var að nota Jeremíu í, var að kaupa þetta belti. Já, en drottinn, ég á belti. Það geta sagt, það hefði ég örugglega sagt, það er líklega. Þú alveg pottþétt, sjálfvantrúin. Tek þetta tilbaka. Það er ekki til meiri trú en hjá þér. Ég vissum það. Hvað það? Þá átti drottinn Jeremías mikla trú. Það er engin spurning um það. En hann gaf framtíðinni svakalega flott skilaboð, en ég er ekki viss að Jeremías sem einstaklingur í sinni samtíð hafi verið neitt mjög uppörvaður maður. Það er ég ekki viss Ég held að hann hafi bara verið oft bara lítið á sig sem var úrrak eða eitthvað svoleiðis. Nú er ég þetta bara að hugsa upp að. Af hverju? Þessir ágætu valdsmenn voru bara í því að varpa honum í fangelsi. Og láta hann dúsa þar bara svo lengi. Og fangelsi á þessum tíma voru nú ekki neitt gististaður og fangelsi í dag eru það ekki heldur. Þú ert ekkert á neinu hóteli þegar þú ert í fangelsi, ekki heldur í dag, og þú varst það ekki heldur þá, þannig að vistin hefur verið slæm. Og verri fyrir þær sakir að Jeremías er sér náttúrulega meðvitaður sakleysi. Hann hefur ekkert brotið af sér. En valdsmennirnir sjá engin skilaboð koma frá drottni, samt þekktu þeir drottinn. Ísraelsmenn þekkja drottinn. En þeir fari ekki alltaf eftir því sem hann hefur sagt. Og hvað er með okkur, mig og þig? Fyrir við alltaf eftir því sem hann er að segja. Það er mikil vanbrögð á því, en þess vegna líka erum við að rækta samfélagið okkar við lifandi Guð, að því við viljum að þessi tengsl séu í lagi. Og þau eru í lagi, það er að segja þegar ég gera það sem ég á að gera í Jesú nafni. Eins og til að mynda núna. Nú erum við að uppörva mann og annan með þessum ágæta þætti
sem fékk nafnið, ef ég man rétt, Biblíuþátturinn minn. Og þú bara eignaði titilinn, þá veistu hvað máli snýst. Þetta nefnilega Biblíuþátturinn minn. Og Biblíuþátturinn minn þannig uppbyggður að hann fyrst og fremst til þess að menn blíni á orð Guðs. Þetta kannski ekki massív kennsla upp úr bókinni, en þetta svona miklu meiri hvatning til manna að við séum sjálf með bókina uppi, og ekki bara uppi, heldur erum að stúdera orð Guðs sjálf. Ég, Konráð Rúnar Friðriksson, þarf að stúdera orðið. Segðu nafnið, þarf að stúdera orðið. Við töluðum áðan Jeremía. Við lásum aðeins í 13. kafla. Og við sáum að Jeremía fær þarna alveg stórfurðulega tilskipun frá Guði. Og þá keyptu þið línbelti, herra Jeremía. Línbelti. Ef það verið ég, þá hefði ég sennilega sagt, línbelti, ég myndi að fína beltið maður, ég þarf ekki annað. Það var ekkert verið að tala um það. Það bara kom beiðni að kaupa línbelti af ákveðinni gerð. Og Jeremía hlýddi, og ég og þú hlýðum, og gerum það verk sem Drottinn vill að við gerum. Sé það svona furðuleg fyrirmæli, séu svona furðuleg fyrirmæli sem Jeremía fær til okkar, þá bara förum við að gera það. Við skiljum það ekki, en við vitum að tilgangur ykkur, og hann góður, að við þekkjum orðið Guð, við þekkjum orðið Jesús, og þess vegna förum við. Þannig vill Drottinn að við vinnum, og þegar við vinnum svona, þá erum við bara, já, þá Drottinn harla glaður með okkur. Trú, þetta trú. Það sem við vorum að sjá hjá Jeremíu var hrein trú. Hann fór og gerði það, þetta furðulega verk. Og ekki hefur nú skilningurinn mikið vaxið, líklega, ég ekki Jeremíu, ég þekki hann ekki þannig. Þegar koma skilaboð frá Guði að hann eigi að fara til borgarinnar þarna. Ég man ekki hvað hann heitir. Og meira, settu beltið sem þú keyptir í þessa skoru í einhverjum kletti. Og geymd hana þar. Og hún hefur örugglega verið þar í einhver ár. Því að þegar hann kemur tilbaka, þú getur lesið þetta allt saman sjálfur og sjálf, þá hún eiginlega bara leðrið, þetta leðurbelti orðið bara ónýtt. Ég veit ekki hvað það tekur langan tíma fyrir leður að fúna og verða ónýtt. Kannski, ég hugsa nú að það taki nú einhver ár. Svona á vergangi. En þegar hann kemur, þá þetta ágæta belti orðið bara ónýtt. Af öllu. Af eyðingarmætti tímans tanna, sem tekur allt að lokum. Þannig þarna á milli eru einhver ár sem líka mögnuð kennsla að stundum þurfum við að bíða. Og hversu oft þurfum við í raun og veru ekki að bíða? Við erum alltaf að bíða. Ekki? Og þarna kemur trúin inn í málið líka og hún svona gefur okkur þolinmæði að því að við skilningurinn okkar á því hvernig Guð vinnur hefur vaxið. Að því við höfum reynt Guð á svo mörgu. Sjáum við alltaf árangur af því sem við erum að gera. Nei, ég lít nú svo á að það sé nú ekki í öllum tilvikum. En hvað erum við að færa inn í framtíðina af þeim verkum sem við erum að vinna í Guði? Ég veit það ekki. En ég lít svo á að verkin okkar í Guði, eins og öllum öðrum tímum,
muni færa framtíðinni gott. Sumt sem við erum að gera sjáum við, því að Drottinn er góður við okkur, hann náttúrulega lætur okkur sjá það sem ávöxt af því sem við höfum verið að gera. Það lifir engin trú nema af því að hún fær að sjá ávöxt öðru hvoru í það minnsta. En það sem er verið að gera meira er að við erum að leggja gott til framtíðarinnar. Alveg eins og Jeremíja. Ég var að lesa það þegar hann var beðinn að kaupa sér límbelti og hann átti límbelti, segjum það. Ég þarf ekkert límbelti, ég dróði mig og mig. Hvaða stælar eru nú þetta? Það geta sagt, en hann gerði það ekki. Hann bara fór og keypti það. Þetta er trú. En hvað það? Árþúsundum seinna, þá var hann konni litli að lesa þetta. Upp úr bókinni sem þetta var skráð í og ég veit að heitir Biblía. Og hann er uppbærður á staði sem Jeremíja gerði. Vissi Jeremíja það að maður á nafni Konráð frá Íslandi tæki sér þessi orð í munn og legði svo litið út af þeim? Held ekki. En þetta var nú niðurstaðan. Þannig að það sem Drottinn gerir er líka blessun inn í framtíðina. Og það er mikilvægt að við áttum okkur á því. En hann vill að við séum glaðasta fólkið og þetta glöðu fólki. En að því að við erum fólk sem tökum svo margt til okkar, sógum svo margt inn á okkur, og þá erum við kannski sjaldnar, oftast sorgmætt heldur en glöð. Og svo kemur bara þessi klassíska spurning upp enn og aftur, hver skilur mannshjarta? Eins og ég hef oft sagt að þá er ég fyrir löngu hættur að velta því neitt fyrir mig. Ég botna ekkert í því. Og skammast sem ég ekkert fyrir að viðurkenna það. Þannig er þetta. En ég botna æ meira í Guði og legg æ meiri áherslu á að hann sé boðaður og hann sé svolítið krufinn í orðinu gegnum orðið og það er líka það sem hann vill að við gerum. Og ég er svo yndislega heppinn í hvers skipti sem ég opna þessa bók, þá fer ég alltaf í þessu agri og krógu bækur. Mér er ekkert vel við þær. Ég skal alltaf byrja þar þegar ég er að fletta í þessari bók. Og ég segi það einu sinni enn, að ég bið það að næst þegar þessi Biblía verður gerð, þá sleppi menn agri krógu bókun, ekki agri krógu bækur. Þetta er svona mitt innlegg inn í þau mál, en ég ætla ekkert að mæða mig yfir því þó að hinn verði með þeim. Bara svona vinsamleg skilaboð. Matteus og Guðspjall, Nýja testamentið. Það er ein bókin í Biblíunni, Nýja testamentið. Og Matteus og Guðspjall hefur sína fyrstu blaðsíðu, en Matteus og Guðspjall er líka þeim gáfum gætt, ef svo má segja, að í raun og veru getur við farið í hana hvar sem þú vilt. Ég reyndar hef þann sið, að því ég tók þá ákvörðun, að ég les hana alveg spjaldan á milli. Ég er ekkert að segja þér hvað þú átt að gera. Ég les hana frá fyrsta kafla til lokakafla opinberun og bókarinnar. Og svo þegar að opinberun og bókin er öll, þá fletti ég aftur upp á kafla 1 í Matteus og Guðspjalli vegna þess að það er fyrsti kaflinn í orði Guðs í Nýja testamentinu og þannig hef ég alltaf lesið það og mér finnst það ágætis regla. Við erum með reglu á þessu hvað orð Guðs varða því að ég tók eftir því einu sinni
tók ég þá ákvörðun í þessu eftir hinn ákvörðunum að gera þetta svona, að lesa þetta bara svona handófs. Ég vissi það að menn voru svolítið að fletta í henni, ég svo sem hef ekkert á móti því, menn gera þetta eins og þau vilja. Og ég sem sagt fór að gera þetta. Og eftir nokkra mánuði tók ég eftir því að svona þekkingin og skilningurinn, þetta var alltaf að verða svolítið slitrum. Svona heildarmyndin var eiginlega svolítið að víkja vegna þess að ég var að gera þetta með þessum hætti, hér, svolítið þar, svolítið hér og svo framvegis. Þannig að ég lagði það til hliðar og tók upp fyrri aðferð við lesturinn sem var bara blaðsía 1 í Mattheusarguðspjalli og svo bara Biblían út, Nýja testamentið út, og það má alveg gera þetta svoleið því að þetta er allt orð Guðs og þá einhvern veginn allavega gildir það í mínu tilviki að þetta svona samhengið verður meira, finnst mér. Þannig að mér finnst það bara að vera besta mál og þetta var nú reyndar sem sagt gjöf frá mér eldri manni í trúnni og eldri í trúnni. Hann gaf mér þessi skilaboð að hann læsi þetta alltaf svona. Ég tók upp eftir honum og gerði, en lagði frá mér sinn, en tók svo upp aftur og hef gert fram á daginn í dag með þessum hætti. Ég líka les ekki mikið, ég les 1 kafla á dag. Allavega þá les ég þennan 1 kafla á dag, svona í 99% tilvika. Það held ég að hafi alveg fyllt mér síðan að ég eignaðist trúna. Svona það er líka mjög gott með biblíulesturinn okkar að við ákveðum hvernig við ætlum að hafa. Við vitum hvernig við leggjum að fram fyrir okkur. Ef að þú vilt vera hinn ég, sem fór bara hingað og þangað í orðið, í eitt skipti kannski til Filippímanna, þar las maður 1 kafla, og svo fór ég í Mattheusarguðspjall, Jóhannesarguðspjall, næstinn flettíðin og svo framvegis. Þá gerir þú það bara áfram, en þetta var svolítið að rugla mig í ríminu. Og það er líka blessun þegar við sjáum að eitthvað er að rugla okkur í ríminu, því að það er bara annað orðið við svona smá að tefja og tröfla. Við hefum ekkert að líða það að við séum tröfluð við það sem við erum að gera, en við þurfum að taka ákvarðanir þetta allt saman. Alveg svo ég tók ákvarðunum til að byrja með að lesa frá Mattheusarguðspjalli í gegnum alla Biblíuna og byrja svo aftur Mattheusarguðspjalli, þá var það ég sem líka tók ákvörðunum að lesa handófskennt, eins og ég sá svo marga gera. Og maður kannski segja að maður hafi apað það upp eftir öðrum. En svo söðlaði ég að ég sá fyrir mína parta var þetta hitt miklu betra. Þá hélt svona heildarmyndin betur við hjá manni. Og ég held að það sé alltaf betra fyrir fólk að heildarmyndir svona sé svolítið uppi, ekki slítur hér og það. En það er bréf Páls til Filippímanna. Svo lesa hérna frá, þetta er annar kafli, frá með 6. versi. Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem fengsinn að vera Guði líkur. Þetta er rosalega öflug skilaboð, ekki? Fengsinn að vera Guði líkur. Hann var bara þakkláttur fyrir það að hann var í þessu embætti sem hann er í. Þannig að hann leit ekkert á þetta sem einhvern fengsinn. Er það ekki svolítið svona ljóður á okkur sumum og við okkur finnst þetta að vera okkar eigin fengur? En orð Guðs á að vera hreyfingu, þá að fara. Og það fer fyrir minn munn og þinn munn. Þetta er ekki minn fengur. En ég hef öll afnot af verkinu sem er allt annað mál. Hann svipti sig öllu
tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfan sig og var hlýðinn allt til dauða. Já, dauðans á krossi. Og hver á þessa flottu lýsingu? Kristur. Fyrirmyndin okkar. Sem stundum viljum vera svo litlir kóngar, svo litlar drottningar. En Kristur lagði sig. Hann setti þetta til hliðar. Hann var konungur og konungur, varð aftur konungur, en lagði sig. Hann sá þetta að lægja sig var mikilvægara fyrir hann á þeirri stundu en að vera konungur. Svo varð hann konungur og hann herra minn í dag og allra annara kristinna manna og kvenna allan heim. Hann endurheimti sitt aftur, en hann valdi hitt til að ná þessu fram sem hann þurfti. Þegar hann að boða fagnaðarerindið og læknasjúk og allt saman það. Og líka öll myndin sem í mannhafinu, hún kom á hann, bæði góð og vond. Hann sá þetta allt, upplifði þetta allt til þess að hann skildi mig og okkur betur til við erum þetta fólk sem fáum allan þennan skafl á okkur. Kristur segir, ég hef lent í þessu undan þér. Ég veit í hvað aðstæðum þú ert. Svo lagði hann sig og hann sigraði og fullnaði sigurinn á krossinum. Þetta eru allt hrein öfumæli, en svona vinnur Guð stundum með okkur. Og hér ég, stiginn inn í sigur lifandi Guðs, og er það þar af leiðandi sjálfur sigurvegari. Ég verð að sjá það. Ég verð að stíga inn í minn sigur. Geri ég það? Allavega í dag geri ég það, ef við erum að brýna okkur í orði Guðs. Og alltaf þegar við brýnum okkur í orði Guðs, að þá, já, brýnust við í orði Guðs. Við verðum harla glöð. En það er kominn tími, eins og fljótt að líða. Þannig að við kveðjum, ljúkum þessu með sama hætti og við höfum alltaf gert. Og við ætlum að halda þessu góða verki Drottins áfram, að því Drottinn hefur boðið að svo segja. Og ég kveð og við sjáumst að viku liðinni.